Lýsingarorð eru eins og nafnið ber með sér orð sem lýsa einhverju. Þau lýsa þá nafnorðum. Til þess nafnorðið maður og að lýsa nánar hvernig maðurinn er hann góður, er hann vondur, er hann stór eða lítill? Og lýsingarorð hafa stigbreytingu. Frumstig, miðstig og efstastig. Dæmi: góður, betri, bestur. Þarna er komin óregluleg stigbreyting. Óregluleg beyging getur verið til dæmis illur, verri, verstur, vondur, verri, verstur. En hún getur líka verið regluleg og enda þá í miðstigi á ari eða astur, eða ri eða astur, smár, smærri, smæstur. Svartur, svartari, svartastur og svo framvegis. Ef að lýsingarorðið er að lýsa einhverjum ákveðnu nafnorði, þá er það að gefa því einhverja einkunn, hugsa orðið einkunn. Einu sinni voru einkunnir gefnar sem gott, sæmilegt, laglegt og ágætt var það besta. Tóku til næst bara góður maður. Þarna er að lýsa manninum, það er ákveðin einkunn sem hann fær. Vondur maður. Þannig þarna er lýsingarorðið í stöðu einkunnar. Og þegar það er þá við nálægt nafnorðinu eða hlið þess, þá er kallað hliðstætt lýsingarorð. Lýsingarorðið er sem einkunn. Lýsingarorð geta líka verið sagnfyllingar, en ég ætla ekki að fara í að útskýra það hér, heldur kannski setja það í sérkafla. Það er mikilvægt að geta sambeygt lýsingarorð með nafnorðinu. Góður maður, góðan mann, frá góðum manni til góðs manns. Og kynið á lýsingarorðinu stjórnast af því í hvaða kyni nafnorðið er. Góður maður, góður er þá karlkyn. Eintala. Gott barn, gott er þá hvorugkyn, eintala. Og svo framvegis.